Í dag ætla ég að nýta flugu sem heitir því vinsæla nafni Þingvallabúba. Þessi fluga er í bókinni Veiðiflugur Íslands og er eftir, þar að segja flugan, eftir Tómas Skúlason sem margir þekkja betur sem Tomma í Veiðiportinu. Við ætlum að stefna að einhverju sem líkist þessu hér. Leggjum upp með það allavega og vonandi endum við þar. Nú, krókurinn sem ég er með í væsnum er frá Arex og heitir F2-561 Traditional Lymph Barbless. Skemmtilegt hérna, drastlega á bakkanum. Öflugur krókur, í rauninni bara klassískur púpukrókur með beinum legg. Nú, þráðurinn sem ég ætla að nota, hann er frá Semperfli og er Classic Wax nr. 12, þetta er svartur þráður. Byrja bara á því að klæða legginn hérna í. Og fyrsta efnið sem ég notaði þessa flugu er hið landsfræga vínlrib. Þetta efnið er eins og við vitum notað í alveg ofboðslega margar íslenskar flugur. Upphaflega uppskriftin gerir ráð fyrir efni sem heitir Svanundeis. En eftir því sem ég kemst næst þá er það nánast ófáanlegt orðið. Nú, ég ætla að hnýta vínlribið niður hérna við legginn og færa síðan þráðinn aftar. Og það er ágætt ef við ætlum að gera það til að halda búknum svona fallegum. Það er ágætt ef við erum með kveikjara og setja smá hita á vínlribið og teygja örlítið á því. Þá verður það grennra og búkurinn ekki eins bölki. Trykkið það niður og ágætt að halda teygju á efninu á meðan við hnýtum það niður. Svona. Og það er ágætt að setja nokkra vafninga hérna við frambúkinn, datta eins út þarna. Þannig að búkurinn sé örlítið breiðari hérna fremst. Þarf ekki að vera mikið. Svona. Smá sapagabb. Svo vefjum við bara þétt. Hlustum á hljóðið. Æðislega skemmtilegt. Og tryggjum síðan. Nú, vænghúsið, það er úr svona mallard flank tílfjöður. Eflaust hægt að nota fleira efni bara meðan það er svona þokkalega ljóst. Og það sem ég geri er að ég ríf bara nokkrar fanir af stilknum og tryggi hérna niður.
klippi síðan endana og reyni að halda hérna svona síðustu millimetrónu fyrir hausinn, svona nokkuð fríum. Svona. Frambúkurinn, það er svart dubb. Frambúkurinn er frekar stuttur og að því við höfum svona lítið pláss, þá er ágætt að reyna að gera dubbið svona eins snyrtilegt og við getum. Það var það síðasta efni sem við bætum við þessa Þingvallabúbu. Það er hanafjöður. Við ætlum að nota hann í skeggið og skeggið er nokkuð efnislítið og stutt. Margir að glíma við það. Allavega, ég tek bara nokkrar fanir. Gott að snúa króknum á hvolf og ég stilli þeim af hérna á miðina. Gríp með vinstri. Svona, skeggið er of langt, það er alveg ljóst. Þannig að við drögum það aðeins til. Svona cirka. Klippum við síðan í burtu. Svona, þá er ekkert eftir nema að klára vænghúsið. Drögum fram fanirnar. Ekki vitlaust að setja nokkra vafningar fyrir framan líka. Svo byggjum við upp smá haus. Svona, þá er það síðasta skrefið eins og alltaf. Það er að lakka blessaðan hausinn. Svona, Þingvallabúba eftir Tómas Skúlason, Tomma í Veiðiportinu, klár og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.